aðeins útvíkka núna framvegðisformúluna sem við verðum að skoða. Lítur svona út. Skulum við tala hana svona. Hér fjárupphæð sem uppfærð n sinnum. Þetta það sem lagt var inn og hér höfum við r sem fasti. Það að segja fastir ársvextir. Og þá uppreiknað einu svona ári. En það ekkert sem segir að með ekki hugsa þetta aðeins öðruvísi og segja ég ekkert að biðja það eða koma hlutunum þannig fyrir það sé til dæmis uppreiknað einu sinni af mánuði. Það svo sem ekkert að því. En við höldum áfram samt sem áður þessari hugmynd að r-ið sem við sjáum hér, það eru fastir ársvextir. Það svona til þess að staðla hugmyndirnar. Við getum svo sem prófað ef við höfum r jafnt og 12% ávöxtun á reikningi sem þætti nú býsna góð ávöxtun held ég. Og þetta uppreiknað einu svona ári. Það má hugsa sem svo getum við óskað eftir að fá ársvöxtunum. Þeim ekki breytt, en uppfærslu tímabælunum fjölgað. Í staðinn fyrir með 12% ársávöxtun, þá fáum við 1% mánaðarávöxtun. Og svona. Það sem sagt uppreiknað einu sinni í mánuði. Þá ennin okkar ekki lengur fjöldi ára, heldur bara fjöldi uppfærslu tímabila. Og þetta köllum við þá framvirðisformúla. Það framvirðisefna. Hvað verður reiknað? Þetta framvirði fjár. Framvirði fjár með föstum fæti. Þetta oft kallað fótur, rentufótur, gömul orð, föstum rentufæti. En við getum haft breytilegan fjölda eða við getum óskað eftir að leikreglurnar séu settar á annan hátt strax í upphafi. Sem sagt við getum fengið tíðari ávöxtun. En þá fáum við formúl sem lítur svona út að, sem segja núna, n fjöldi uppreikni tímabila. Svona, þá getum við sett að eftir 1 ár. Og hér r sem per annum á móti n í veldinu n. Árið lítur alltaf svona út núna, 1 ár. Til þess að skoða það getum við skiljóðast að setja þetta bara í reiknivél. Segja að ennið fjöldi uppreikni tímabila og við skulum hafa bara n jafnt og 12 til þess að hafa eitthvað. Sjá. Nú, við skulum hafa 12% vexti eða 6% vexti. Þetta 0,06 svona. Og nú skulum við skoða og hér átt við að þetta eru ársvextir. En ef við viljum uppreikna eða fáum að uppreikna einu sinni í mánuði, þá eru nýju vextirnir 0,5%, 1/12 af 6 og þá getum við skoða hvernig framvirðisformúlan lítur út. Setjum bara f, látum það duga og við erum bara með, vera með þægilega tölu, 1 krónu. Við erum bara að skoða hvernig eitthvað breytist. En þegar uppreiknað eftir fyrsta mánuð, þá fáum við r deilt með 12. Þetta eru það vextirnir, þetta eftir fyrsta mánuð.
þetta kannski, þægilega að hafa þá kannski 100 kall. Svona, þetta 100 kall og 50 aurar. Og kannski að því við erum að þessu hafa format bank. Svona. Nei, þetta eftir 1 mánuð og svo liggur þetta inn í 2. mánuð og þá fáum við hvað í öðru veldi. Þá komin króna. Og svo eftir árið allt saman, nú þetta 1 ár, þá fáum við 106 krónur og 17 aura. Þetta ef uppreiknaðir oft. Hvað hefði við fengið ef þetta hefði nú bara verið eins og áður var, bara uppreiknað einu sinni á ári. Í lok árs fáum við minna heldur en 106 krónur og 17 aura. Þetta þá gamla formúlan. Já, við fáum 106 krónur. Það munar þarna aðeins 17 aurum, svona. Nú hefum við það enn fjölda uppreikni tímabila. En við getum þá spurt, getum við fengið að uppreikna oftar? Getum við fengið að uppreikna einu sinni á dag, sem 360 dagar í árinu. Fáum þá meira en 106 krónur og 17 aura. Við fáum 106 krónur og 18 aura. Þannig það verðist nú ekki breyta neitt óskaplega miklu. Það sem kannski merkilegt við þetta að ef við setjum nú uppreikni tímabilin sem 1000 eða 10.000 eða 100.000 eða milljón, að þá eins og þetta fær ekki upp fyrir þessar 18 aura. Kannski fáum við fleiri aukastefi með því að segja long. 1,0618 og ef ég bæti hérna 1 0 við breytist þessi tal eitthvað. Og lítið, en þetta áfram 1,0618. 106 krónur og 18 aurar. Þannig að það virðist vera svona, setja aftur niður í 12. Virðist ekki 106 krónur og 16, næstum 17. Það virðist svo sem ekkert græðast neitt óskaplega mikið þó að það sé uppreiknað algjörlega í sífellu. Það það sem að þetta með 1/360 þýðir hér. Þetta bara uppreiknað einu sinni á dag. En fyrir hærri upphæðir skiptir þetta einhverju máli. Við erum hérna komið með hvað þetta 100.000 kall. Og við skulum núna hafa format bank. Þá fáum við 106.183 ef uppreiknað daglega. En gamla góða formúlan, sem var uppreiknað einu svona ári, gefur 106.000. Þannig það munar jú aðeins. En ef uppreiknað ansi þétt mörgum sinnum á dag, þá fáum við 106.183 og 66 aura. Fínt. Nú getum við skrifað að þetta sem sagt eftir 1 ár. Uppfærslu tímabil. Og eftir 10 ár þá setjum við þessa upphæð í veldi af T. Nú getur T verið aukabrot fyrir að skipta. Þannig við fáum F 0 sinnum 1 plus 1 á móti N. Allt í veldinu N. Þetta bara 1 sinnum T. T mörg ár. Það sem áhugavert að sjá hvað gerist ef að N-ið mjög há tala. Það að segja, eða uppreiknu tímabil mjög mörg. Bara aftur ít og lítið síni dæmi áður en við komumst í það sem við erum að reyna að fá fram. Hérna þá dæmi. Það Daniel. Hann með 25.000 krónur og það sem í boði eru 12% fastir á svestir. Hann spyr hvert framverðið. Eftir 3 ár.
ef uppreiknað er árlega, en hvað ef, sem það sé A-liður, uppreiknað er 12 sinnum á ári. Og þá er þetta tvær formúlur. Þá höfum við í A-lið, þá er þetta bara beint af eigum. Framvirðið eftir 3 ár er 25.000 og það er bara 1 + 0 í veldinu 3. En í B-lið erum við 3 ár og hérna er uppreiknað einu sinni á ári. En framvirðið eftir 3 ár 25.000 sinnum 1,012 deilt með 12. Uppreiknaðir vextirnir einu sinni í mánuði, sem sagt 1% af dóna mánuðarlega. 12 sinnum 3 eða 36 mánuði. Þetta er það hér uppreiknað 12 sinnum á ári. Og við getum skoða munin á þessum tölum. Við skulum þá líta á það sem Daniel var að gera. Og það voru svona 2 möguleikar. A-liður og B-liður. Svona. Og ekki að hreinsa sem komið er. Og hann hefur 12% per annum, en hérna hefur hann fjölda uppfærslutímabili, það er bara einu sinni á ári, en hérna hefur hann 12 sinnum á ári. En það er sama formúlan, F framvirðið er, hvað var hann með? Það var með 25.000. Hérna er þá með F0 og 1 pluss ársvextirnir. Uppreiknað er einu sinni, það erum að setja þetta rétt inn, en þetta voru 3 ár. Svona, setjum þetta bara svona upp. Já, tíminn, setjum bara tíman hér líka. Tíminn er 3 ár. Svona. Það fáum við 25.000 sökið, þessi lendi við þessu með við. Svona. Og auðvitað mjög við sleppa allir þessum svígum ef við gerum þetta bara. Látum bara veldareglurnar. Þannig þetta er formúlan. Og það er 35.123 ár. Látum nú bara aftur framvegis formúluna með föstum ársfæti. Og renni 12 þá fær hann 35.769. Þannig að það er betra fyrir hann. Og hvað ef þetta er ekki endilega 12 heldur, já, einhver mjög stór tala. Þá virðist þetta svona vera hámarkið sem hann getur haft út úr þessu ef ávastaði nú þétt, 35.833 ár.